Verið velkomin í Draugakastalann. Þarna. Var það ekki ræðilegt? Hvaða rödd var það? Var þetta draugarödd eða var þetta Dracula? Dracula. Var þetta Dracula? Já, heyrðu það ekki? Jú, hann alveg fáránlegur. Dracula. Ég ætla að drekka úr þér blóðið. Ætli þetta, var fólk einu sinni bara, ég trú ekki. Halló. Ég held að þetta sé sko af því að hann á að vera hana frá Transylvaníu. Já, sem talaði er- svona þar. Transylvania var það sem að sirka, Ungverjaland og eitthvað annar land er og þetta er örugglega bara svona, þetta er bara svona eitthvað drauga enska með austur-evróskum hreim. Ég held að það sé málið. Drauga enska maður. Já, þetta er svona, þú ert að tala með draugaröddu Já. og ensku, en þú ert frá Transylvania, nú ert Já, austur-evróskur já. og þá verður einhvern veginn svona. Já, mér finnst þetta Já, bara ég- að vera pretty solid. Herðu, Já, ég- mér langar bara að byrja þáttuna á því að þakka öllum sem er að senda okkur ágætis hugmyndir til að tala um. Ágætis hugmyndir sem er alveg hrikalegar. Já, við tölum um það í næsta þætti. Við viljum fá fleiri hugmyndir. Eiginlega bara því verri, því betri. Í næsta En það þætti meikar ætlum eitthvað við að taka eins fyrir það sem þið er að senda okkur. Bara einhverja pælingar, ekki of basic. Ég smá Helst líka eitthvað svona deep, alveg sko. endilega bara eitthvað svona Dr. Love pælingar. Já, þú veist, ef þið Svona viljið aðstóð í ástarlífinu. ef við viljum fá svör við einhverjum spurningum, eitthvað sem við getum hjálpað ykkur með. Hvað sem er. Og ef eitthvað svona sannleiksgildi svarana eða notagildi er að skipti litlu máli, þá alveg. Því bara endilega. Og þið getið hendið þessu inn á Instagram direct, þið getið slætað inn í DM-in okkar og Bara slippið á persónulega. DMs og ekki senda á mig persónulega, senda á podcastalan, sendi númeri á Arnari er 866. Ekki fókin gera það. Herðu, það er En allavega, Halloween special. það er Halloween. Ég er ekki hrifin að þessu. Ekki? Nei. Og þessu. Hætti þessu maður. Herðu, ok, hvað þarna, þú veist, það er svo margt sem að það er svo margt að tala um. Ég var að byrja á því bara að tala eins Halloween, hvort að þið takið þátt í Halloween, var Halloween þegar þið voru krakkar og eitthvað svona dót. Og byrja Nei. bara á því, mér langar að byrja á því að segja, einu svona var ég heitir á Halloween. Já. Ég var einu svona heitir á Halloween. Og ég var, ég veit ekki, það var einhver svona Þetta var- þjóðernis hyggja í gangi. Massa, sko. Við vorum náttúrulega báðir bara skráðir miðflokksmenn og hötuðum Útlendinga Halloween og Halloween Valentínsdaginn. Ég fíla ekki Valentínsdaginn ennþá. Mér finnst konu og kattadagurinn og allt það bara ennþá betra. Við erum bara með það. En svo það var svo margir verið eitthvað svona, en við erum með öskudaginn. Öskudaginn er bara, hann er meingallaður. Þetta með að börn labbi fyrirtæki Má og ég stoppa við eitt sem þú átt að segja, eitthvað svona valentínsdagurinn frekar konukaldagurinn, en af hverju myndirðu fá þér bræðaref með bara snikkars sem þú getur fengið þér líka kökudeg og jarðarber, skilur við? Ég held að það er átt að hugsa þessa pælingu eitthvað. Hvað mennur við? Bara af því að mér, sko, fyrir mér er kalladagurinn algjörlega bragðaregu með öllum bragðtegundunum á meðan á Valentínsdaginn, þá ertu bara eitthvað að deila þessu. Þetta er miklu geggjað, mér finnst miklu meira gaman þessi konundagur, ég get bara treat my lady og á kalladaginum þá sé ég meira trýtaður. Hitt er bara eins og hvaða föstudagur sem er, já, horfa mynd og þarna, fara út að borða það eitthvað. Hitt er smá 69, skilur við, af því þá, þetta er svo að væri eitthvað, hei, það er að nutta með bakið. Já, þú nuttar með bakið á sama tíma. Já, þú nuttar það líka á sama tíma, nákvæmlega. Við deilum öllu. Þá svona, það eru báðir smá fúlir. En já, ég var heitir á þetta að því að ég var þessi gaur sem var bara, við erum með öskudaginn. Já. Við erum með öskudaginn. Þetta er bara einhver amerísk markaðshyggja, það er bara verið að selja. Þú sem þetta náttúrulega er auðvitað, en þetta er gaman. Já, og þetta er stemming. Algjörlega í grunninn er þetta bara, ok, annað kvölda sem börnin geta skemmt sér. Og síðan er, eins og við talar öskudagurinn, hann er meingallaður að því leiti. Minnst einhvern veginn eins og engin nennunum. Það nennir enginn að hlusta á börn syngja gamla Nóa, skilur. Af hverju, bara með fullri virðingu, fyrir öskudeginum, hann er frábær, minnst að ég halda hann áfram, en bara gefið krökkunum bara... Já, líka þú veist... Leifið þeim bara að halda eitthvað gott partí. Halloween er svo mikið bundi líka við hverfið sem þú býrði í, á meðan að þú veist, ef þú býr bara í einhverju útkörfi, þú veist, þú getur labbað á pizzastæðin og hárgristustofuna, en þú veist, það er bara að vera eitthvað hendu öllum niður í miðbæ, það sem að, þú veist,
frá göngugötun allt út í einhverjum börnum, þetta lendir einhver allt á þeim. Ég held að þau nenni svo ekkert, þú veist, það bara minni viðskiptavinur af því að búðin er full af einhverjum fucking krökkum. Meira bara að þetta sé eitthvað svona family values í hverfinuðinu. Þetta algjör byrði bara á verslunarfólk að vera með öskudaginn. Ég get ímyndað mér að það er bara margir endað á einhverju stofnun bara eftir að hafa staðið vaktina á öskudaginn, ef maður hlusta á gamla Nóa eða eitthvað, þú veist, álíka ófrumlegt aftur og fucking aftur. Þar þú ert bara eitthvað farin að nötra og svo það bara eitthvað hringi sjúkrabíl. En þá væri einmitt, öskudagurinn væri meira perfekt ef að krakkarnir væri bara að labba í hús, í hverfinu og syngja. Líka það sem er líka Halloween, það er á kvöldin, er ekki svona seinnipartin. Hitt er bara eitthvað á opnunatíma. Þú veist, hitt bara byrju morgunin, bara þetta er alveg glata. Og síðan, allir heim kláðan 4. Síðan er annað, síðan er þetta bara þetta er í svona klukkutíma og síðan eru klukkutíma? Nei, öskudagurinn byrjar og þá eru foreldrar svona foreldrar sem að degra börnin síðan ógeðslega mikið og keira þau milli Nóa Sirius og í ölgerna og eitthvað svona dæmi og það þú náttúrulega erst frá Sauðárkróki það fengu þið bara 2 nammi. Nei, bæðu ég held að öskudagurinn á Sauðárkróki var frekar illara því að þá allan að gastur labbaði bókstaflega allan bæinn, þú veist, rakið hvert einasta bara hvort sem var bara einhver, þú veist, fiskiversmiða, rækjuversmiða í að vera hálfgreiðslustofa, þú veist, bara bókstaflega allt og allir voru með nammi. En ég held líka að öskudagurinn hafi verið tekið meira alvarlega þegar við vorum yngri kannski. Ég veit það ekki. Já, en ég bara spáði, þú veist, ok, Sauðárkrókur, það er ekki mikið í gangi þar. Er þetta ekki Halloween þetta? Það er alltaf eitthvað rosta Sauðárkrók. Já, við getum talað hvað Halloween er mikið blessun fyrir Sauðárkrók. Ég dýrka Sauðárkrók, en þetta er samt smá eins og South Park. Hvað heldur að búi margir þar? Ég held að búi 2850 massar. Tjóð er að nálægt. Hvernig vissir þetta? Því að þú ert frá fucking Sauðárkróki bara þekka í 12 ára. Hvað, þú ert úr Breiðholtinu, ég veit ekki hvað margir búa þar. Ert þú eitthvað, Arnór, ég þekki þið. Ég fleiri sem búi einni blokk í Breiðholti heldur en á Sauðárkróki, sko. Já, ok. En þú veist hvað búa margir Reykjavík? Nei. Ekki 100... Mér líður sér að við lesið í bók fyrir svona 15 árum að vera 110.000 sem byggir Reykjavík. En ég veit ekki hvernig það er á öllu höfuðborgarsvæðinu. Ég skal sé 180.000 í Reykjavík, ekki á höfuðborgarsvæðinu. Á höfuðborgarsvæðinu? Ég held að sé yfir 200 á höfuðborgarsvæðinu. Er það? Þetta er Þetta er ekki sérstaklega óhugnulega umræða. Nei, við erum að fara yfir, já. Rólega, bara... Einu sem er óhugnulegt að við bara vitum ekki, nei 131.000 í Reykjavík, ekki höfuðborgarsvæðinu. Nei, höfuðborgarsvæðið er 233.000. En ok, tölum síðan Halloween núna að þetta er basically sko ég veit ekkert af hverju Halloween er. Ég held að það er brend Norn í Bandaríkjunum eða eitthvað. Nei, það er sko þessi hátíðurinn verður til þess, þú veist, hún byrjar ekki sem eitthvað sérstaklega óhugnuleg, en hún byrjar sérst að Halloween verður til af því að það er sko, af því að allt árið kring er eitthvað svona ákveðni dýrlingar og heilagir menn sem eigi einhverja sérstaklega dag, eitthvað, nú er dagur, þú veist, St. Patrick's Day eða eitthvað, en á Halloween þá var upprunalega pælingin að, þú veist, þá fengju allir hinir þarna dýrlingarnir sem að voru ekki með sérdag, þá fengju allir í einu svona, þetta var svona allra heilaga messa. Já, ok. Öll svona sidekickin fengju sinn dag. Já, og líka vondukallanir. Já, en Já, ég held að það komi í seinni tíð, sko. Þú veist, að vondigörni komi og þetta verði eitthvað svona pínu spooky. Já. Allavega, fyrir þá sem að veit ekki hvað það er örugglega fáir samt. Þetta er bara hátíð þar sem að allir eru mega spooky. Þetta er búið að færa svolítið frá uppröðunum. Ég held að þetta sé orðið skemmtilegra. Ég held að það veri meiri eymd á Halloween. En er þetta ekki bara... Heldur þau? Já, allir eitthvað borða næpur og eitthvað. Er þetta ekki bara eins og með gömlu íslensku jólasveinina? Við komum staði bara á einhverju tímapunkti að það væri... Já, þeir voru bara einhverjir ofbeldismenn og þú veist, einhverjir... Og mamma var bara eitthvað að éta börn og Guð veit hvað hann var að gera fleira, skilur. Fólk var með, þú veist, í gamla daga, þú veist, þegar menn voru bara eitthvað í torfkóma, eitthvað shit, þú veist, af hverju byggur ekki til fallegar heiðar, af hverju var það bara eitthvað, ok, það er ekki nóg með að við séum með holdsveiki í einhverjum, þú veist, torfkóa og okkur er alltaf kallt, heldur, þú veist, ok, búum hérna til hefðum kalla sem að koma og þú veist, berjaði í klessu ef þú lætur það ekki fá skýrið þitt. Hrikalegt og bæði við, ef þú fær ekki ný föt, þú hana blá fætiki sem átt ekki neitt og færið ekki ný föt, þá kemur köttur og étur þig upp til agna. Eru gaurar að fylla póka af börnum og eitthvað. Þetta er ræðilegt.
En sko, ég kynntist Halloween Þetta var alveg Halloween umræða. Þetta ég var spooky. kynntist Halloween bara í gegnum hverju. Ég er búin að búa í Vesturbænum. Bara gegnum hverfið. Ég er búin að búa í Vesturbænum í eitthvað 7-8 ára eitthvað. Og þar er mikið Halloween. Ég veit þetta er alveg í öðrum hverfum og þetta er að breiða úr sér. Þetta er alltaf meira á hverju ári. Af því að þetta er ógeðslega gaman, þetta er ógeðslega gaman fyrir krakkana að fara í búning og það er líka bara gaman að svona, þú þarft ekki að vera í spooky búning en það er allt smá spooky og það er svona spennandi að fara út og ég fór með 8 ára dóttur minni, 7 ára í fyrra. Hvað var hún? Varst þú í búning? Og 6 ára, ég er búin að fara held ég 3 ár með börnin svona í Halloween leiðangur hverfið. Ég var nefnilega í búning Svona hnífi gegnum hausinn? Nei, ég var alltaf cool. Ég get bara hérna myndaði. Ég finn hana eftir fyrir það sínir. Ég var grasker. Ok. Ég var grasker, en ég var svona morðinga grasker. Ég fór í appelsínugulu úlpuna mína, sem er svona puffy, og síðan var ég með appelsínugula grímu, graskers grímu, og fór þannig hverfa, því ég nefndi ekki að börnin væri að ángra mig. Einmitt. Dóttir mín var Hvað meinar með ángraði? Heldur þú að hrætt við þig? Skulum ekki ángra hann með Nei, ekki það Bara fel andlitið Svo menn var ekki eitthvað MC Gauti? Já, ég skil Og eitt árið var ég svín þá var ég með svona svínagrímu mér finnst þetta ég er ekki sens að ég myndi fara út í þetta að labba með bönnum hverfi og vera ekki í búning af það, því ég fucking dyrka þá ertu svo lame parent eða bara eitthvað svona dingla og eitthvað já, en syngi lagið eitthvað, þú í eitthvað í úlpu gett kallt, svona að flýta sér já, leiður í símanum eitthvað bak við en þetta er geðveikt, maður fer það er tvennt sem ég ætla að nefna ég fór einn með Aprildóttur okkar þegar hún var 6 eða 7 ára þá var hún nord og það var svo ég upplýði svo geðið mikla hlýju að því að hún var svona, henni fannst þetta alltaf scary og við vorum að eiga svona moment þar sem hún var svona growing up að fyrst fór ég með henni í 10 hús eða eitthvað og þetta er basically þannig að ég ætla að segja að merkir ekki húsið? Ég var að segja að 60% af húsunum sé að taka þátt það er alveg þú merkir húsið með graskeri eða með merkingum þú veist, ef þú ert búin að skreita húsið basically, þá ertu með og smá pressa á þeim sem er ekki búin að skreita það er þú veist, þú býrð einhvers þar nennir ekkert að standa í þessu en húsin í kringu þig er eitthvað geðveik stemming, ert þú þá ekki trikkaður, færð þú þá ekki klósettpapír í tréið þitt og egg? Ættir ekki það, sko. Það er refsa þeim sem taka ekki þátt. Hvernig er þetta fyrir blokkinnar? Er bara graskið fyrir blokkina? Nei, þetta er aðeins minna í blokkunum, sko. Það er erfiðara síðan fer hann á ganginn og síðan er náttúrulega bara þannig að þetta er náttúrulega algjör svona suburb Johnny horrible á neðri hæðinni sem er alltaf með læti og löggan er alltaf komið til hans hann nenni ekki að taka þátt í þessi hefði eiginlega gengur ekki upp nema að sé svona hverfið það sem eru, þú veist, allir með eigin garð og einbýlishús og þú lappar upp verundin og eitthvað ding ding þetta er svona, í rathúsum þetta er fyrir fín, gengur þetta alveg eins og í það sem ég bjó á Reynimelnum þú veist það sem eru 5 íbúðir eitthvað per hús, þar gengur þetta alveg upp líka en síðan er þetta sum húsin það er geðvegt hvað fólk fer all in það er eins og til dæmis núna á Hringbrautinu ég sá það bara fyrir nokkrum dögum á Hringbrautinu það gladdi mig og það var alveg svona, þú veist, það gladdi mig geðvegt mikið Kitty One Sometime, ég held að þetta sé hún sem er að búin að skreita þetta og það er bara hús, skilur, sem er bara allt út í kóngulóarvef og það sem að bara svona dót nema þú ert með hús og 5 metra há tré það sem gleður mig við þetta er bara fyrsta lagi tilbreyting í hverfið og það er það sem öskudagurinn gerir ekki Nei, og tilbreyting í hverfið það er komið eitthvað svona ákveð kaflaskil bara eins og þegar jólaljósin komu upp eða þetta gerist eða bla bla og það verður allt bara svona skemmtilegt og líflegt krakkarnir dýrka þetta og þeir sem er að taka þátt í þessu fara líka bara all in og þetta er bara enn ein leiðin til þess að hafa fucking gaman þetta er náttúrulega bara stemming og þetta snýst ekkit ykkur hana gömlu mig þjóðurnis miðflokksmennin okkar miðflokksprumpu
ógeðin sem að neita að hafa gaman og vilja bara halda í íslenskar hefðir og börnin að fá húsínur hengja einmitt þá bara hengja öskupoka utan á þau að fá húbba búbba og toffisleikja og allt sigruð epli stundum er ég það var hús nálægt okkur í fyrra þegar við fórum að labba sem var ofskeri alvöru lík nei, við bönguðum og stelpunar ég er enda að segja frá í fyrra fór ég líka með April dóttur minni og vinkonu hennar og ég upplýði fyrsta sinn að ég skipti ekki að miklu máli nei, þú varst bara fyrir já, þær voru svona daldið, voru bara tvær og pappi, algjörst svona pappi þarf að vera aðeins í burtu nema ég var sendur varstu þú eitthvað svona labba í myrkrinu svona aðeins og eftir þegar maður kvöldið eitthvað já, ég var eiginlega, sem grasker sem grasker en síðan var ég sendur í svona mest hræðilegu húsin til að banka hvað er það hræðilegu hús? Er eitthvað vont fólk sem býr þarna? Er það bara skeri mikill kóngulöfur og handrökkarar? Nei, og ég ætla að taka dæmi það, fjársveikar ég bankaði og það svona opnast þurrin og það er bara fólk er búið að setja hátalara með bara heyrðist bara eitthvað svona og maður alveg, þetta fyrir börn ekki og síðan allt í hennu lappa trúður fram allur í blóði og er svona og þau eru bara meika geta, hvað, vilja fá nammi hjá einhverjum hræðilegum hryllingstrúða sem því þau upplifa þetta sem það sé bara að drepa fólkan inni, það er stemming og það er geðveikt, þetta er ógeðslega gaman þetta er örugglega fyndið að vera bara allt kvöldið að fucking hræða líftúruna úr börnum og þér og ég að því ég er að flytja og ég er að flytja í jarðhæð þannig ég kemst og reyndar í blokk en núna kemst ég upp með að ég gæti verið með Halloween svona af svölunum hjá mér ég ætla að gera þetta að því ég ætla bara að taka þátt í að gera aðeins gaman mér finnst það ekki, ég alveg tala vissi ekki að það væri verið að skreita húsina í einhverjum Halloween-stíl nei og þetta fólk fer all-in og fólk er í búningum og sömur eru náttúrulega bara það er ekki færri sem skreita heldur en sem skreita nei ég er að segja að það er sömur sem taka þátt en er ekkit endilega skreita mikið setja bara grasker og koma og sen kemur bara venjulegt fólk bara gjör svo vel það er ekki allt ykkurir trúðar nei stemming eins og það er eitt hús í Vesturbænum það er einhver leikmyndahönnur og svo í fyrra var bara búið að gera síki fyrir frá húsið hvað er þetta? Ég vil að skoða hengja upp, ég er að segja það maður ég ætla að fara trick or treating í Vesturbænum þarf maður að vera barn nei, þú getur alltaf bara að fara í búning ég held að eða 2 börn og nokkur fyrir svona frakka farið bara í frakka já, einu búningunum með hatt líka en ég dýrka þetta maður en ég held það verður örugglega ekki Halloween í ár út af þessu blessa ástandi nema í hjörtum okkar kannski og Netflix og kom alltaf svona Halloween myndinar hafið ekki séð það? Jú bara Halloween, bara Mike Myers nei, ég er bara að tala um að það koma svona bara safna af skeri myndum, Halloween myndum góða myndir svo Halloween þetta er gaman, síðan getur þetta bara þetta þarf ekki að vera allt eitthvað geðveikt hræðilegt, þetta er líka bara þetta er bara stemming, en djúvilega fyndið bara allt í einu hvað er mikið af graskerum já, líka, er grasker notað fyrir eitthvað nema Halloween? já. Einn rétt hjá eldum rétt þetta sem ég keypti fyrir 2 árum þá var grasker sem er bara til í október já, annars notaði maður þetta ekki ef við tökum núna ok, nú erum við að tala um börn ok, maður ég samt spyrja einu ára heldur frá hvað finnst ykkur búninga á Halloween sem eru ekki neitt skeri? ég held að það er allt í góðu sko er það? Þarf það ekki að vera eitthvað svona zombie-útgáfa af Superman eða nei, mér finnst máttu bara mæta sko, bara í Frozen stelpan já, menn eins og stelpurna mínar eru bara en þú segir hún var nord já, hún var nord ég guttir að það ég held að sé sko, það er meiri stemming að vera, ef þú ert Frozen að vera einhver zombie Frozen prinsessa en hitt er samt ekkert svona frowned upon og ég hef engar skoðanir ef einhverju stelpur langar frekar að vera bara lítil prinsessa frekar en að vera eitthvað vera einhver nord þá er það allt í góðu sko að það bara leiðin að það samt í fyrra þá var þá var þess að strákur sem að ég stal nammi
frá dóttur mér, að hún var að labba með svona, þú veist, svona plaska stál og ég alltaf fór upp á hann og ég sagði skila þessu nammi, skilur Þú eitthvað með graskjörsgrímuna, eitthvað labbandi eftir þeim geta tæk. Graskjörsgríman nefnilega meira segja þannig að ég gætt flett upp graskjörnu og þar beinagrind, þannig ég flett hennu Shit. og ég sagði skila þessu nammi, skilur og var að kenna henni, skilur og þú verður að, hérna, kenna henni hvað? Bara stoppa, veist, að því henni fannst þetta leiðilegt en hún þorði ekki alveg, veist, eitthvað stærri strákur sem var eitthvað að stela little fucking piece of shit, skilur og foreldrar hans þurfa að taka hann fyrir hvað að ræna nammi af sakleysum bönnum í hverjunu. Tókstu svona í kragan hans? Nei, ég tók nú ekkert í hann sko, en mér langaði að gera mér langaði að berja hann. Nei, þú gerir það ekki. Nei, mér langaði það. Eitthvað stalan bara eitthvað svona litlu marsmóla eða eitthvað. Svo var það worth it fyrir hann gæja. Fyrir gaurinn? Var hún bara með svona til dæmis og hann bara með lúkun og hann Já, gerði það. Hann tók lúku semst, hann var ekki bara eitthvað. Já, ég meina ólíka, þetta er náttúrulega bara dóttiðin að verða fyrir bara miklu óréttlæti og auðvitað, þú veist auðvitað langaði að fucking tuskan til að berja einhvern stráki andliti en þú veist bara í hjartaðin að það væri meira vesen. Já, just, ég viss að því þá veit ég að þá myndi ég þá færi þetta svolítið að snúast það að þú fucking kýldir eitthvað barn þó að þetta skilið. Það væri fyrirsögn einhvers staðar sko, MC Gauti að lemja börnin í hverjunu. Það tengi allir við svo hugsun. En síðan komum við þá að meira Halloween sem er Halloween fyrir fullorðna. Það er sexy Halloween. Salati Halloween sem er Halloween í miðbæ Reykjavíkur og sem er það svolítið eitthvað slötti? Nei, ég sagði sexy. Já, það hlýtur að tala stundu sexy. Er það ekki það? Jú, þetta ég sko hjá sumum. Ert þú að tala um svona djammið í kringum Halloween? Þú veist þegar þetta er svona smá eins og þegar framhaldsskólar er að dimmit eða eitthvað. Ég er að tala um bara þegar lið er orðið mad fucking horny í búning og finnir í bæ og það er einhverju hvað það finnst að vera horny í einhverjum Frankenstein búning. Það eru kúrekar mættir og það eru einhverja sexy kissur sexy búningar eru alveg trilltir og bara bestir. Mér finnst þetta bara sko, fyrsta lagi þá finnst mér að banna Halloween, það er alltaf bara Halloween bara 4 helgar í röð. Sko áður hún segir þetta, þú ert svo oft stundum er ég svona hlusta á þetta, ég heyra að þú ert oft með svona mikla fasista tilburði. Þú ert bara, mér finnst það ætti að banna og svo bara insert eitthvað. Þú vilt bara láta banna svo fucking margt. Ég vil bara skipta út lögreglunni, þannig að nasista lögreglunni og fá í staðinn hann að sérsveitar herlögregluna út allt og banna hluti. Bara óta þessum þá er nú nasista löggan bara fín. Bara allt gott að blessa það maður. Kannski var hún bara í búning, pían. Ég held, já. En förum ekki of mikið út í það. Það er málið útrætt og það er allir sammála, held ég. Já, það þarf ekki að fara meira í það. En með þessa búninga sexy búningana. Nei, og líka bara fólk, sko fullt fólk í búning. Við erum líka ekki allir í sömu 4 búningunum. Það er bara eitthvað svona Harley Quinn. Ég er Jokerinn. Ég er í beinagrindabúning. Veistu hvað ég er að tala um? Já, það er mikið af Jokerum. Það er Jokerarnir eru eiginlega bestir, sko. Já, og veistu hvað við finnst líka sko, ef þú ert Jokerinn, þá ertu eiginlega maður hefur séð Jokerinn það sem að Gaur er að vera Jokerinn og hann sko, bara þú sérða hvað hann hefur verið spenntur og undirbúið sér vel að hann er sko það mikill Jokerinn og í það góðum búning að það er eiginlega, maður er bara slakað á, gamli. Já, og ég klikkaður og eru Jared Leto þarna Jokerinn, ekki góði Jokerinn, bara lélegu hallarsa Jokerinn. Ég var að hugsa í gær þegar ég man alveg eftir að hafa verið niður í bæ ég hef einu sinni farið í búning niður í bæ en við förum inn á það eftir en þegar maður er kannski á prikinu eitthvað bara að chilla og drekka og það er hann að 4. Halloween helgin í röð, það er ekki svona nálagt Halloween og það kemur einhver inn og er orðin þannig drukkin að hann heldur að ég hafi gaman af búningunum hans og er eitthvað, hann lappar inn og gerir svona og maður er bara, jó, þú ert bara að vera drunk. Ekki fyndið, segir þú. Drunk og retardo, sko. Að það er, já, ég veit ekki, það verður svo
fyllir í stemming sem verður sad er sad, en fyllir í stemming sem verður sad í búning verður svo Nei, mér finnst hún einmitt alveg fara að hringja og verða bara fucking frábær fyrir alla. Menn að slást í búningum og eitthvað Batman og Joker. Já, nákvæmlega einmitt eitthvað blindfullur Joker og einhver alveg bara sko fáránlega víraður Batman eitthvað í, þú veist bara út á miðjum Laugavegi. Það er ógeðslega fyndið. Báðir eitthvað í karakter. Maður kom með eitt það. Hvað finnst ykkur líka svona gett sniðu að búninga? Hafi ekki séð, veistu, búið til sjálf, er að gera eitthvað svona, ég er Jordan-mýmið, eða eitthvað svona, hafi ekki séð svona, hvað, er þið með eitthvað skoðan að Sko líka hér að fólk er eitthvað svona orðagrín, ég er ekki með neitt, ég er ekki með neitt. Ég veit hvað er að tala um. Já, ég veit alveg hvort það sem að grín er svona, horfir á hann og er svona, ég skil, þú ert, gett. En þú veist, það er alveg gaman í sekundubrót, en þetta er svo, ég hugsa svona fólk hafið þið farið á tónlistafestival? Sko, þú fórst úr í að vera að tala bara Halloween er svo gaman og nú ertu bara farin að tala Halloween er ekki gaman. Nei, ég hef talað barna og nú er ég að tala hitt. Það má ekki vera gaman. Leið mér að koma með fucking punktina á tónlistafestivali að ég er að tala búningana sem Arnar er að tala sem eru svona sniður. Ef maður er á tónlistafestivali þá sér maður oft eitthvað heavy skríti gerast en það gerist í sekundubrót eins og maður allt í hennu sé bara gaur sem er á tippinu með eitthvað svona með glow sticks og síðan hleypur hann fram í þær og þú ert alveg, geðveikt og það var geðveikt moment en gaurinn er þessi gaur allt kvöldi þetta er eitthvað alveg sko ógeðast að finna pæling og minnst þetta sama með þessa búninga sem er alveg ok, þetta er gaman fyrir mig núna í 10 sekundur, þú ert Jordan-mýmið en síðan er hann í þessum kassa allt kvöldið og sem er algjört basl, skilur þú? Já, bras. Þetta er ekki það fyndið. Þetta er samt pínu fyndið. Ég er smá fan, sko. Þetta kannski virkar líka best þegar þú ert ekki bara á djamminu, þú veist, á sko mánaðamótunum október-nóvember á Íslandi, en þú veist, ef þú ert bara í einhverju Halloween-partíi. Það er svolítið annað. Þá er allir eitthvað komið upp að eitthvað þú veist að giska á hvað þú ert og það er svona gaman. Post-it miðið með Þið veitir hvað allir er að fara að vera í ár. Hvað? Coronavirus. Já, coronavirus er að fara að vera svona sniði í búningunni. Sexy coronavirus. Það verður örgulega að finna leið til að gera það sexy. Og veistu hvað er mest easy búningurinn til að... Það segir smitt ekki. Mest easy búningurinn til að búa til í ár. Það er að vera með grímu og hlífðagleru í einhver svona dóti. Og vera svona heilbrigðis starfsmaður. Það er að fara að vera... Sexy heilbrigðis starfsmenn. Það er eitthvað alveg þeng. Sexy nurse er alveg þeng. Það er búið að kyngera hjúkurnar. En ég fór að hugsa það, maður vill vera sexy, skilur við. Og þetta... Speak for yourself, maður. Hvað vill ekki vera sexy? Er það meina bara svona almennt? Ég er að tala bara almennt í lífinu og vilt vera sexy. Ég ekki eitthvað alltaf. Þú vilt alveg vera sætur á því. Það er annað. Það er sexy. Ég er eitthvað bókin brasa og er alltaf eitthvað massa kynfaka fyrir. Alltaf að beigja, settur einhverjum pennum og... Ok, ég er ekki að tala það. En ég er alveg til að vera sætur á því. Eitthvað góðan dag. Kemur bara eitthvað geðveikt, eitthvað svona sexy hjúkaðir og þú bara svona ákvæmast eitthvað sæt á því. Mér finnst ekki alveg sami hluturinn, sko. Ég er til að vera sætur á því og ég er yfirleitt almennilegur. Það er ekkert í mér sem kallar á að mig langi að fara í búning í mig bara Reykjavíkur og vera að sína búningin, skilur eitthvað svona... Ekki mig heldur, ég held ég aldrei gert þetta, sko. Ég hef einu sinni gert það, en þá fór ég í Murder Mystery Party. Hér er mynd af mér úr því partíi. Sjáðu þig. Segðu mig samt, þó ég sé að horfa á myndina, hvað ertu þarna? Já, þið verðum ekki múin að tengja hvað ertu þarna? Ég var sem sagt, ég veit ekki, þetta var Murder Mystery Party og ég fór bara í einhver föt og bjóð til búning og ég leit eiginlega út eins og einhver svona listamaður fyrir... Bara Salvador Dali eitthvað svona... Já, ég var í svona einhverju silkiskirtu með hatt og klút og eitthvað. Ég var svona dálítið eins og Kúriki went listamaður. Og síðan fór ég í því bæinn og það voru bara humongous mistök að fara í bæinn í búning og það var líka ekki Halloween. Það var bara eini gaurinn í búning. Það er náttúrulega alveg fáránlegt.
var ég bara eini gaurinn í búning sko. Og það bara svona sko, af því að mér langar, ég alveg smá til að tala hluti sem að eru bara sem að maður óttast þú veist, ótengt, það náttúrulega Halloween snýst svolítið þú veist, bara svona að hræða og allt það og bara svona hvað maður óttast í lífinu og ég fekk bara svona, núna þegar þú sagðir þetta, ég fylltist bara svona mjög miklum raunverulegum ótta og kvíða bara að hugsa mig einan í búning innan fólk sem enginn í búning það bara, ég hafði ekki sem spáði en það eina mínum bara verstu martröðum ég var sko í partí ég var sko það er ekki tveir hlutir sem tengjast búning sem að ég er að munna það einu sem ég var að vinna á B5 og ég held að þetta sé hlutir sem geti bara gerst á Íslandi það sé engin sens að þetta geti gerst neinstaðar annars, kannski Færeyjum ekki í Danmörku, ekki neitt bara, þetta geti ekki í Danmörku? Nei, það er að það var sem sagt, Halloween í gangi nema að það var, gaurinn var ekki í búning hann var bara með 2 dótabissur bara mjög raunverulegar skambissur okay. og hann er að labba inn á staðin og þú veist að miða þeim á alla skilur nei, þú veist hann var bara í búning, hann var bissugur en hann var bara í vennilegum fötum hann var bara með bissur, það er ekki búningur það var búningurna kannski var hann svona James Bond í nýjum myndunum en var hann eitthvað súrið upp eða var hann bara, þú veist nei, hann var bara með bissuna þannig að hann var bara ekki einu sinni James Bond hann var bara gaur sem átti bissur þetta er bara þetta scenario, þú ert bara út í Stokkólmi og ferði okkur bar og ert með þetta ég get alveg ímynda mér að það geta alveg orðið pínu intense og óþægilegt ég held að það sé bara tæklaði niður á 0-1 og síðan kemur hann að gaur ég skil núna af hverju þú sagðir að þetta gæti gerst í Færeyjum en ekki þetta, hvað er hann frá fucking segja þetta er alveg rétt fyrir þér þú getur ekki gerst í Danmörku nei, þú er tæklaðir en í Færeyjum væri þér alveg bara haha, þetta er bara gauti haha, þetta er boysa þetta er boysa hæru, síðan Anna, ég var eins og í búningapartíi heima á frænda minnum er þetta á Halloween eða er þetta bara búningapartí? Þetta er Halloween okay. og þetta er búningapartí og það er allir búning og það er stuð en síðan hafi ekki farið í partí sem að bara gengur ekki upp og það bara er ekki besta stemming í heiminum, skilur við? Jú okay. Fannstu það bara strax? Nei, það var bara þegar leiðpartí sem kom svona vandrarleg þögn, skilur við? Hvað er margir? Er eitthvað 4? Hvað er, þú veist sem vandrarleg þögn bara í heilu partí? Það voru svona 12 manns það myndaðist bara eitthvað skrítið moment gerðist eitthvað skrítið? Nei, það myndaðist bara skrítið moment kláruðist söguna bara já sloknaði tónlistinn það sloknaði tónlistinn hvaða martraða partí og það er allir í búning og það er svo ógeðslega skrítið að upplifa þetta þar sem að er bara einni bífluga allir eitthvað, jæja þannig að já, þetta er var eitthvað lið sem var bara, heyrðu, komið í Halloween party og var síðan bara með playlista í hálftíma og ekki búið að skrifa neins svona topics til að tala allt kvöldi ekkert plan, voru ekki með voru ekki með neitt í boði eða var þetta á frændaðinu sér ég var hringið hann að frændaðinu síðan er svona fleiri búningatengdir hluti sem eru ógeðslega fyndir ég ætla ekki að nefna nafn en eitt strákur sem að byrjar á H sem er vinnu minn og vinnu þinn til margra ára hann fór eins og það er svo auðvelt að crack this case nei, það er ógeðslega margir hvað er marga vini sem byrja á H með dettur í hug 4 á fyrstu sekúndunni ég með dettur í hug 1 og heldur það að sé svo sem hann er að tala um það ég meina mér dettur í bara í hug að segja ok, gott með það nú heyr ég vilt það ég fara að tellja upp menn sem byrja á H nei þeir eru alveg fokki margir sko. allavega, þessi gaur fór heim með Píu á Halloween sem sendir hann mér mynd af sér daginn eftir á andlitinu á sér og hann var með blackface óvart þú veist, ekki þetta pjúra racist blackface, hann var bara allur komplett svartur í framan að því hann fór heim með beinagrind og og þau paldi að hann hitti bara Píu en hvað var það bara á maganum hennar? Nei var það 69? Nei, hún var máluð eins og beinagrind í andlitinu ég veit það, en ég skil hann hefði verið svartur á vörunum ég bara náttum á hvað gerist fyrir kinnanar á nefið og augnlokkinn 69, auðvitað ég ætla að útskýra fyrir þér að þegar maður er að stunda kynlíf þá er ofta ekki bara varirnar ég er sammála en ég er bara að áttum hefur ekki stundað kynlíf
og hann hætti að rengja sögurnar að skauta alltaf gauti að segja einhver basic sögur þú ert að býta þess, fyrir maður þessi sauman á þessu og hún var málu eins og svona mexikansk beinagrind veistu ekki hvað það er? Já, svona Day of the Dead Já, ok, það meika meira sens já, og hún var málu mega svört í framann og og síðan farið hins og pældi, hann veit ekki enn þann dag í dag hver það var því að hann hefur sá hana basically bara sem beinagrind og vaknaði þetta eftir að hljópar út hún var farin, skilur það var heimi á honum já, þannig hann veit genuine ekki neitt hver þetta eða hvað hann átti heima hann var alveg bara kolsvartur í framann eftir þetta og þetta er ógeðslega Mysterious Lady viljum við setja þá mynd? Nei, ég held að hann vilja ekki en síðan var er ógeðslega fyndið að sitja að fara snemma á kaffihús þetta hef ég gert, allavega 2 svar að fara á kaffihús daginn eftir Halloween og bíða eftir Walk of Shames sem að eiga sér stað þegar fólk að vakna, skilur í einhverjum húsum og það er bara svona half hálfum Iron Man búningi já, það er eitthvað svona fólk að koma sér heim í búningum og maður hefur séð þetta sko þú eitthvað situr á tega kaffi og þú verður svona horfðu gluggan og sér svona 5 jókera eitthvað komur sér á það jókera þeirra fóttir að leggja hann á Halloween þú getur ekkert já, allir jóker skellurnar falla fyrir því já, falla bara fyrir þeim jókerum ég held að sé að fara heim saman jókerarnir, já elskar þú líka jókerinn ég elskar líka jókerinn jókerorgir já, svona 5 jókerar maður, það er sniður, sérstaklega Jared Leto var hann þú varst að tala um hluti sem þú ert hræddur við já sko, af því að ég fór að hugsa þetta í morgun, svona hvað ég var hræddur við og ég byrjaði að hugsa eitthvað svona basic dot eins og þarna, þú veist, kóngulærrottur og ég var þarna, sko, ég hélt að ég væri hræddur við rottur en einu sinni bjó ég á jarðhæð á Rauðuróstígnum og sem var nú ekki betra hús eða íbúð en það en einu sinni opnaði bara útidyrahurðina mín og það var rotta á ganginum og þá var að fatta að ég ekkert sérstaklega hræddur við rottur af því að ég endaði bara á því að næla mér í skóflu og bara svona skóflin út sem svona, þetta er smá svona humble brag eiginlega ekki hræddur við rottur en var það sérst á lífið það? Já, hún var alveg lífið, hún var alveg trillt vildi komast út og ég var bara svona hjálpa henni að komast út og þú veist, kóngulær hvar var hún? Var hún bara á sameiginlega ganginum og var hún bara, þegar þú komst fram var hún bara, þú veist, var bara fucking rott Nei, rottur eru fyrir ógeðslegar. Þetta var samt ekki eitthvað svona nýskriðin upp úr ræsinu sem að trúðurinn kom úr eða eitthvað, en þú veist, hún var samt bara ljót. Þú veist, mís eru pínu sætar. Stella María, dóttir mín, hún sem sagt sá rottu, við sáum rottu fyrir utan húsið okkar. Fannst hún sæt? Nei, og hún var svo, þessi rotta, hún var jafnstór köttur. Já, og þær eru huge. Ég á líka mynd af því, eða vil ég sjá. Hér er mynd af rottunni. Allavega risa fucking rotta og hún fer út og ég segi ekki fara of nálægt sem hún fer út, hún fer gett nálægt rottunni og sem kemur hún tilbaka og hún bara pabbi, hún var svo sæt rottan ég starði í augun á henni og ég var bara, ekki, bara aldrei fara svo nálægt rottum það var köttur liðin rottunni sem þorði ekki að gera neitt í þetta var flikt. Já, ég held að sko flestir kettir fokka ekki í rottum og margar rottur gætu fokkað upp hvaða ketti sem er. Já. Síðan líka rottur eru, sem er eiginlega óhugnulegst að við rottur er bara hvað eru fucking snjallar sko. Alveg ástæða fyrir að vera að prófa fullt af hlutum á þeim. Hvernig snjallar? Það er bara snjallar, leysa þrautir og eru bara til, þú veist, ástæðan fyrir að vera að prófa margt af þeim er bara því að það er taka geta ekki bara farið í gegnum völundur Nei, það eru snjallar. Það er kunna að leysa þrautir. Það er bara that's a fact. Er þetta ekki eitthvað þannig að það getur verið takki, kannski vinstramenn í herbygginu sem opnar hlera? Já, þeir geta lært svona tengingar. Ef ég gerir þetta, þá gerist þetta. Svona orsök afleiðing, dót. Mér finnst það ekki rosalega snjallt. Samt með eitthvað fucking nagdýr. Já, með kísa væri bara eitthvað að sleikja sig eða eitthvað. Kettir eru geðveitt snjallir oft. Er það? Er ekki bara það er köttur eigin hagsmunasekkir? Köttur sem býr í blokkinni á systur minni. Sem býr í blokkinni? Ok, já, ég skilji. Já, hann býr þar. Ekki fara í þræðinu þessu. Komur, borgar hann leið? Hann býr í fólki í blokkinni og hann opnar hurðina á systur minni.
Veist, hann hoppar upp, grípur í handtangið og svona opnar störðin, síðan fer hann inn fyrir til þeirra að fæ sér mat. Ó, hann er snillingur. Já, það er endar. Veistu hann hvað maturinn var? Mér finnst það alveg ágætis dæmi. Já, kettir geta líka læst svona. Ég held að þú væri fljótar í rauninni að kenna rottu fullt af hlutum. Þú gæti nákvæmlega, þú gæti kent ketti að gera eitthvað á, þú veist, það tekur marga mánuð að kenna þessu basic dot. En þeir munu læra það. Ég held að rottur læra fyrr og meira. Þú skrifaði líka að vera hræddur við kolkrabba. Já, og Akkur er hræddur við kolkrabba? Ég held að sé bara, því að það er svo oft sem maður er hræddur við eitthvað sem þú tengir við, þú veist, andlega? Nei, við andlega kolkrabbar. Hvað er almáttur? Nei, það sem þú veist, það sem hræðir þig þegar þú ert lítill, það situr svo í þér. Þú veist, og ég man einhvern tíma var ég að horfa bara á sjónvarpið og þá var mynd kafbát fólk á kafbát og bátum allavega, þú veist, það er myndin fjallar risavaxin kolkrabba sem að þú veist, fólki er í kafbátnum og minnir að svona armarnir vefjast utan að mann og eitthvað kemur og grípur upp á yfirborðið, einhver svona langir útlimir og mér finnst þetta bara vera, þú veist, bæði, ég er líka pínur hrættu við sjóin, sko. Ég finnst sjórin vera óútreiknanlegur og kaldur og lykta illa og það eru kolkrabbar sem eru með 8 risavaxar arma, því þú veist, að þetta er ekki bara, ég er ekki að tala bara einhvern dumbass smokkfisk. Þú veist, það er ekki til svona stóri kolkrabbar, sko. Hvað segirðu? Það er ekki til svona stóru kolkrabbar eins og þú ert að lýsa. Nei, þeir eru flesti smokkfiskar, sko. Þeir eru samt fokkin óþægilegir. Svona risavaxin smokkfiskar eru, ég veit þeir eru ekkert eitthvað að... Geta þeir drepi menn? Er þetta... Já, ég held að gera það ekkert viljandi, sko. Nei, það er nefnilega, sko, ég sá... Heldur þeir ráðast á báta, bara eitthvað svona meira örmur með en sko... Þeir hafa ekki tíma fyrir það. En ég hef séð, það er bara til vídeo af gæja sem er eitthvað að reyna, alltaf sé ekki reyna að fanga kolkrabban og kolkrabban er mjög klárir, sko, mjög gáðar þannig að hann setur tentikóluna fyrir öndunarfærin ekki með að reyna að kæfa manneskjuna sem er þetta er alveg spooky vídeo, sko hann reyna að rífa þeir eru einhvern mynd á Netflix sem heitir eitthvað My Octopus Teacher sem og þeir geta breytt sig eftir umhverfinu, hafið séð en eru það Já, einmitt, það eru bæði kolkrabbar og smokkfiskar sem að geta það. En ég deili þessum áhyggjum með sko, sjórin... Ég er líka ánum með að kalla það áhyggjur. Ég hef líka áhyggjur af sjónum. Ég til með, sko, ein martröð sem ég á sem barn, bara, og situr í mér og ég er ennþá hræddur þeir, er að martröðin er svo að ég er staddur á hafsbotni. Og þetta er ekki, og það gerist ekki neitt nema að það kemur steypirauður bara fram hjá mér bara upplefa stærðina já, bara full size steypirauður sem að bara syndir bara fram hjá mér og þetta fríka mig út þetta bara, mér finnst þetta ekkert eitthvað hann sé að borða mig eða neitt og það er það sem er svo skrítið við þessa fóbíu er að ég bara, þetta er bara upplifunin hræðir mig að sjá steypirauð, skilur bara hvað þú ert lítill í samanbyrðu og hann og allt það já, bara hvað ég er valdalaus á allan hátt og líka í sjónum, skilur að því ég hef í góður á landi skilur, já, maður er frábæra landi þú getur ekki eins og andað í hafi nei, ég get treyft mig ég get hoppað í hring ég get, þú veist bara eins og ég vil, skilur talað í vatni þá hreyfi ég mjög hægt skilur þarf það að píra augun stöður þarf að píra augun ég þarf að loka munninum að því það er svo mangt bara sjónum hann lyktar ógeðslega illa þú finnur blessunarlega ekki lyktina það er eini kosturinn við sjóin ef þú ert onni í sjónum þá finnur þú ekki lyktina nei því þá deyrðu ef þú getur fundið lyktina sjónum en þá kapnar þú samstundis ég var í smástundu bara svona já þetta make all sense þetta er að fyrsta sem maður lærir ekki reyna að anda í kafi ég tengdi samt ekki að þefa við að anda nei að þefa og bara samstundis vatn í lungun mér finnst líka bara þú veist þetta er að sama og bara þetta er bara sama á myrkfæðsla því ég er myrkfælin ennþá og ég er ekkert eitthvað myrkfælin ég get að labba út eða dimmt og þetta dæmi en mér finnst ennþá óþægilegt til þess að fara onni í hjólageymslu það er bara eitthvað, ég veit ekki af hverju ég hef búin að horfa svo margar hryllingsmyndir ég hættur að horfa hryllingsmyndir það rústa manni það er eyðileggja
maður á ekki að gera þetta, skilur, þá vorst að planta hugmyndum í hausina þér til þess að taka með þér og í sjónum hjól eru líka pínu skeri, sko. Hjól Já, það verður að segjast þú ert að hjóla það verður ekki það verður segjast ekki að segjast, það verður bara að segja sig minnst það hafið ekki séð, alltaf einhverjum skeri myndum alltaf svona er að hjóla gett hægt þú ekki hugsa ruggustóla það ruggustólar, fokk hjól eru ekki óhugnarleg, ruggustólar pínu ég er ekki að tala um samt eitthvað nýtt trekkhjól, skilur, ég er að tala bara gaman hjól það er skeri, ég er ekki að tala um eitthvað fjalla þú ert ekki að tala um eitthvað rafmaks fjallahjól sem eitthvað svona gaur með svona strömlínulega hjálm og ég er ekki að tala um hlaupahjól heldur, þau eru ekkert skeri en það er svona kóngulvefur í dekkinu svona karfa bara að tala um eina mynd ertu ekki að tala um bara brúðuna í svo sem kemur á þarna hjólinu jú, það heyri svona eitthvað annað situation þar sem Shining þegar hann er hjóla á ganginum ég geti nefnt þríhjól eru pínu óhugnarleg en þú ert bara að tala um einhver trekk átt á þessu reiðhjól er ekki skeri því þú getur farið svo hratt á frá því sem að gerast, skilur en þríhjólin, en það sem ég ætla að segja með sjóin er það sem fokkar mér upp, meira þess að ég fer stundum í sjósund í Nauthólsvík ég fer í svona skó að því mér finnst ógeðslega óþægilegt að sjá ekki botnin og finna eitthvað svona svona er nákvæmlega hljóðið í þessu þari ógeðslega í slími í þari og síðan er annað, pöddur eru ógeðslegar en svona strandpöddur þær eru eitthvað einstaklega ógeðslegar þær eru í öðruvísi litum það eru pöddurna sem fara inn í eyrun á þér og augun og verpa eggjum og eitthvað og svo allt í ertu bara eitthvað kapnað þegar það eru fullt af pöddum að fæðast inn í þér Vá, þetta er eitthvað sem ég er hættu við það verður eitthvað svona host fyrir eitthvað mér veist mjög óþægilegt þegar ég les fréttir af því að einhver hafi farið að synda í einhverju vatni þú veist, ofta eitthvað svona í heitarlöndum og þú veist að það er eitthvað drasl, einhver geimverur bara einhverjar fiskar eða pöddur eða eitthvað sem synda oft við eyrun á þér og fokka í heilunum að þér og þú getur dáið og eitthvað, en líka bara upp í raskati á þér og þvagfærin og eitthvað komast þér þar fyrir eitthvað litir, ímyndaðir fokkin einhver lítinn ógeðslan bandorm og eitthvað reyfast ógeðslega óþægilega inn í tippaður og það gerist náttúrulega bara á leikskólum bara einhverja einustu viku þetta er samt, þú veist það er búið að normalæsa njálkin þegar börn skiptast á njálk já, ok, það náttúrulega þú veist, það er bara eitthvað ég held að njálkur væri eitthvað mið nei, það er bara, veistu hvað þú sækir á leikskóla fyrir barnið þitt og þá er bara, já, hérna er hólveðra og hérna er e-mail njálk í alvöru? Já, þetta er bara ef ég fer núna ég fer núna í e-mailum mitt og searcha njálkur þá fæ ég bara Gæðið mikið upplýsingum njálk? Nei, þá fæ ég bara endalaust bara var að koma njálkur var að koma njálkur krakkar dýrka, en hvernig er það þegar krakkar fá njálk? Það er bara ein leið til að fá njálk, vissir það? Já, ég veit Segðu mér frá því Það er fykt í rass, fykt í munn Það eru litli barnar, krakkar maður litlir barnar, en segðu mér Býr það til orm? Nei, þá sækja eggin í rassin. Já, ég skildi, ok. Þetta er hringrás, lífsins. Já, ég menna hringrás lífsins sem að njálkar að lifa, að minnsta kosti. Segðu mér eitt. Það er verið svona ömulegt dýr, fyrir ekki, hvað segir þið? Já, nákvæmlega, þetta er, þú veist, svona sníkjudýr eru alveg the worst. Nei, pældi ég að vera bara... En þegar þú færð njálk, tekur það bara töflu sem að dreipa njálkin? Eða hvernig er þetta? Þú veist, hver eru viðbröðin? Þetta er tabla þegar þú veist, það kemur upp bara einhver smit. Ef segjum að barnið til smitaðan njálk, þá tekur þú líka töflu og síðan þrýfur allt og 2 vikur setna tekur aftur töflu. Já, ok, þú veist, þetta er bara tabla sem þú tekur. En ormarnir í vatninu í Amazonskóðanu, það er ekkert bara einhver tabla, þú er bara búin að tapa stríðinu, það er bara eitthvað dýr að vaksa innan í þér sem að nærist á því sem þú nærist á og síðan, þú veist, springur mægin á þér og kemur eitthvað stærra dýr. Já, það er bara að borða augun aftan frá. Já, eitthvað svona alien dot. Já, einmitt, borða augun aftan frá. Dýr sem eru inn í öðrum dýrum og til að klára njálkin. Ímynda hvað er ömulegt að vera eitthvað dýr inn í öðrum dýrum. Það er í alvörinni það ógeðslegt. Einmitt, þú ert sko hrææta á lifandi dýri, sem er náttúrulega það sem að sníkjudýr eru. Þú ert að nærast á lifandi dýri. Já, og líka fyrir hvað? En það er náttúrulega þitt líf. En það er ekki, við vitum ekki, við náttúrulega vitum ekkert um heiminn.
við gætum alveg þess vegna verið partur af einhverju æðakerfi í einhverju risadýri í einhvers konar Ég held að vera sammála þetta var allt saman simulation erum við núna þetta? Það gæti verið sem það er 50-50 annarkort eru við sníkidýr á stærradýri eða þá að þetta er simulation bara þess að litla pæling í endanum á Men in Black þegar zoomast svona út úr sólkerfinu og við erum inn í marmarkúlu inn í marmarakúlu Já, og síðan var það inn í skáp hjá einhverjum risamönnum og einhverjum dýrum og bla. Þetta er líka pínu óhugnulegt en þetta er líka pínu magnað sko. En þú veist, þú getur sett upp hvaða kenningu sem og hún meikar sens ef það er ekki hægt að útskýra eitthvað svona spagetti það er ekki hægt að Já, sumt er þarna líklega en annað Hvað er spagetti? Spagetti þarna, monster pælingin með hana Hvað er það? Hana var ekki í South Park þar sem voru að tala með Guð og þeir voru bara já, þú veist, ef þú getur ekki sannað það sem að þú trúir á, þá getur þú bara sagt hvað sem en náttúrulega með þetta með þarna hvað? Já, ég veit hvað ég ætlaði bara ekki að fara í þetta er ekki óhugnuleg umræða, sko, þetta er bara eitthvað bara ekki það óhugnuleg, sko Hvað segirðu? Nei En hvað, þú varst að fara að koma inn á eitthvað áður en að Gauti, held áfram með njálgin Það? Með bandorma og eitthvað? Já, ég var alveg búin að segja allt bandorma sem ég vildi segja. Herru, annað sem ég var svona hræddur við, sem ég tengi svona mikið við barnæskuna. Þú veist að hafa, já, sé eitthvað sem þegar ég var lítill sem að setur alveg ennþá í mér, er kviksyndi. Að sökkva í kviksyndi. Af því að, þú veist, það að festa mig eitthvað, ég veit ekki af hverju, þú veist, maður þetta er ofta eitthvað svona út í einhverjum svona frumskóðum eða eitthvað. Þú ert út í, og ert eitthvað hlaupandi og svo lendur í kviksyndi og það er engin hjálp og það er engin sem hendur í því reipi, heldur ertu bara þarna og hægt og rólega og ef þú berst á móti bæði þá sekkur þú hraðar í kviksyndi. Mér finnst það er eitthvað svo krúl. Já, þú veist það er pínu impressi, en svo bara ert að drukna í einhverju sandleiðju og svo bara hverfur og einhver skrokki. En sko... Ég var að kynna með kviksynd daginn. Er fólk að sökkva alveg á botn og er þetta ekki alltaf bara sekkunir og hné og festist og síðan kemur eitthvað dýr og étur skilur eitthvað ég væri auðvitað frekar til að fara frá hún í sandist dýri líka að sökkva ákveðist það líklega já Nei, en ég bara sá Bear Grylls gera þetta viljandi, hafið séð þetta? Ég hef hótt á svona vídeo það sem er mér minnir ég hafi séð þetta, er þetta ekki alveg svolítið þetta er getur verið 10 ára gamalt sko, trikkið er að gera eitthvað rotation þetta er bara fyrst og fremst að panika ekki þú veist, eins og Arnar sagði, ef þú ert eitthvað streitast á móti að þá sekkur hraðar sem ég finnst ógeðslega er það ekki verið geðið mín fyrirbæri þetta er bara náttúran að vera bara kvikindi sko. Já, bara vera svona líka geðið svona evil þetta er alveg pínu Halloween umræðinni sko. En Bear Grylls, hann strögglaði fyrst og sýndi hvað hann fyrir hratt ofan í og svo er bara svona rólega mjaka sér upp á yfirborðið en þetta er eins og þú segir, ef þið myndir lendi í kviksyndi og væri búin að sjá Bear Grylls dæmið heldur þið gæti staðist mótið að panikapínu Þú myndir kannski panika smá og svo þú veist að þetta allt sem að gerist svo hægt það hefur líka smá tíma til þess að hugsa aðeins eitthvað svona pítunum við, ok þú veist, þú ert eitthvað svona en ég held að kviksyndi, það er bara hvað gerir Bear Grylls aftur? Það er bara bíómynd að kviksyndi, ég held að það sé líka alveg til bara svona drullu bolla sig og bara sekkur onni og bara get hratt þetta er hóla bara ég held að það sé ekki djúpar hólur eins og svona Indiana Jones shit það sem var eitthvað pappan sem ná eitthvað reipi og þetta er svona smá þannig þetta er bara nákvæmlega þannig í alvörinni sko að ég sá eitthvað vídeo var að horfa á þetta bara daginn einhver pía sem er á strönd sem er að sökka svona í kviksyndi og hún er að kenna bara hvað er easy að losna úr þessu þá er þetta bara eitthvað snúa löppinni pínlítið í hring og ekki panika og síðan djöfull væri til að sjá okkur bara svona já, þetta er ekkert mál, bara snúa löppinni í hring og ekki panika ég er mjög fegin að ég er búin að nefna 2 hluti sem ég er hræddur við annars vegar kviksyndi, við erum búin að debunka kviksyndi ég er ekki eins og hræddur við lengur, ég get reddað mér úr þeim og hins vegar voru það kolkrabbar og þú veist, þeir eru allan eins og ég sé það fyrir mér þeir eru ekki til já, jú, en ormandir eru til ég er ennþá hræddur við bandorma djúfis er ógeð maður en er þið, þú veist, lofttræddir hvenar fríkið út hvenar verðið þið bara svona fucking þú veist alveg hvenar ég frík út í flugum já, ég frí þú ert sérst flughræddur já, alveg ég skal segja ykkur bara nokkrar hryllingsögur og flugi sko má ég skjóta einu að bara af því að ég er, þú veist, ég hef ekki upplifað neitt svona, þú veist, eins og með innilókuna kendi eða lofttræðslu, það sem að svona einhvern veginn, þú veist, ég verð heldtengt tekin af einhverjum 8 og ég, þetta með flughræðsluna, þú veist, ég gerði mér eitthvað grein fyrir því, þú veist, næstu þetta væri, þú veist, ég vissalega þetta væri alvöru,
en það var ekki fyrir en ég satt með Gauta í flugvél sem ég var eitthvað, þetta ekkert fyndið, þetta er sjúklegt ástand, bara elsku fucking kallinn. Já, þetta í verstu tilfellunum, þá ég bara grenjandi, sko, og ég hugsa alltaf árin fyrir flugi og svona, ég ætla að vera cool about it og síðan ég bara fyrir flugin á stað og kemur hristingur og ég fer bara á svo ógeðslega dark staði í hausnum. Ég er bara frá að deyja og ég hef alveg verið á þeim stað sem ég byrja að skrifa eitthvað notes bara, allir rólegir nema ég, skilur, í fluginu. Allir sallarólegir eitthvað pásið drikk og þú bara eitthvað að skrifa, þú veist, elsku dóttir, þú veist eitthvað. Já, en ég samt, sko, svona, þau flug sem ég fari í svona síðasta 1,5 árið, ég orðin, ég fór í 2 flugum daginn, fann ekki fyrir vottafræðslu, eða þú veist, pínu, en ekki svona dýp hræðslu. Þú veist, breakthrough, að það bara örfár síðan að þú varst bara, sko, panik bara ég held í hendina á þér og ég var alltaf í þessum Ísafjarðarflugum og ég með þess að vera í flugi með dóttum. Ekki innanlandsflug örlítið meira skeri? Jú, þetta er svona rellur og finnur fyrir það öllu mitt dæmi og síðan ég búin að vera flugrættur og ég kalla alltaf á flugfreyjuna og segja að koma bara, já, segðu mig bara aftur og svo segðu mér alltaf og það að fara að þekkja mig í innanlandsflugunum og alveg, þetta var alltaf læg. Það er svo þægild að heyra það. Já, en en þetta stöðugt? Það eru 2 moment þar sem ég lendi í flugræslu og varð ennþá hræddari eftir að fólk var að róa mig niður. Það var einu sinni, það er 3 moment sem ég vann til. Einu sinni var ég í WOW-flugi eitthvað til útlanda og ég að panika, eitthvað hristingur í vélinu og ég kalla á flugfreyjuna og hún kemur til mín. Ég var nefnir að segja mig hvað er að gerast. Og hún segir við mig, sko, ekki vera hræddur. Ímyndaðu bara að flugvélin sé eins og stálboks fullt af kúlum. Herru, síðan eitthvað svona ding, eitthvað, veitu, hún segir þetta, klárar ekki söguna og fer síðan eitthvað annað að sinna, því það einhver sem dinglaði og þá fyrir hún að sinna eitthvað öðru. Hún klárar aldrei að segja mér, hún sagði bara, ímyndaði bara, þetta sé eins og stálboks fullt af kúlum og ég er búin að spyrja fullt af flugfreyjum, ég alveg, ok, ímyndaði að sé eins og stálboks fullt af kúlum og fólk bara, hvað það fucking tala? Það var ekkert flugfreyja. Nei, það var bara eitthvað rugludallur. Já, það var bara einhver í vilni það. Síðan var ég einu sinni klætt bara eitthvað kona. Síðan var ég einu sinni að fljúga á Egilsstaði með flugfélaginu Erni sem aðeins minni vélar. Já, meira þess að minni heldur en litlu vélarnar hjá Iceland Air Connect. Síðasta sagan sko þegar ég fór í fór í svona bara litla minnstu vélarnar sem man ekki hvað heita núna. Fokkarar? Nei, ekki fokkar, heldur er þetta að djóka, þetta stóli mér, bara litlu rellunar. Já, litlu rellunar? Hvað er það ekki bara? Nei, er ekki fokkar. Sem eru svona semi-teipaðar saman okkar? Nei, þetta er ekki fokkar. Googla bara minnstu rellunar. Allavega, þetta flug sem ég var að fara í minnstu rellunar? Sem ég var að fara í Passum að skrifa þetta rétt. Á Egilsstaði. Þá sem sagt... Heitir þetta Pitt? Nei. Ok, það var réttur. Já, þá fór ég það talaði flugmann, hann eitthvað, verð ekki trættur, sestu bara fyrir aftan mig. Þú veist, þá var svona sætið eiginlega fyrir aftan hann. Varstu svo hrættur að þær voru hvað viltu koma að tala um flugmannin? Já, og hann sagði, fylgstu bara með því sem við erum að gera. Og þegar ég fylgdist með því hvað hann var að gera, þá var ég svo hrættur. Veistu hvað, þið þurfum að muna marga takka auðvitað. Já, það er fullt að tökum. Gerlegt. Já, alltaf þessi meira því maður sér oft í svona í sko þessar stóru vélar eru að miklu leiti til bara svona autopilot dót. Já. En þessar litlu rellur þar er þeir bara að gera allt sjálfur. Bara með stýri og Já, bara með beigja aðeins. Herru strákar, ég ætla aðeins að bregða út á hana, þetta hefur aldrei gerst en ég þarf það mikið að pissa að ætli þið að tala eða klippa og byrja bara aftur eftir 5 eða? Svo ég skal bara segja þér frá Varðan kemur bara inn, já, ég til segja frá sögunni þegar veistu hvað, fyrir ógeðslega mikið töðnar við mun ekki hvað minnstu rellunar heita. Já, þú veist, Við setjum þetta í description á þettinum. Það er einhver brjálaður núna yfir í að við munum ekki hvað Sko, ef þið verið ennþá þegar ég kem tilbaka hvað rellan heitir. Hver veit eitthvað flugvélar? Ég veit ekki eins og hver, ég skrifaði minnstu rellunar. Já, ég googlaði bara flugvél, rella, ok,
En mér langar að spyrja út í flughræðsluna. Ertu hrættur langmest bara þegar hún taking off? Já, eða... bæði þegar það fara upp í loftið og þegar það lenda, það þegar það byrja að lækka flugið og síðan eða kemur hristingur og já, ég skil þig og ég var sóttur eins og þá ég var að spila Verslunarhelgi og ég man ekki, ég var einhvers stað fyrir norðan og ég tek flug frá Sauðárkróki og á Dýrafjarðardaga Bíldudal, ég fyrir flugi á Bíldudal og það bara basically einhver gaur sem kemur og pikka mig upp á rellu þessar algengustu rellu sem ég man bara stóli úr mér hvað fokkin heitir og Þú langar að vita hvað það heitir því ég er ekki að kveika einu sinni smá sko Ég getur ekki hringt í eitthvað flugmann. Það er ekki eitthvað flugmann. Ég skal spyrja einnig, ég með flugmann fyrir frá mig. Já, allavega, hann kemur og sækir okkur og fyrsta sem mér fannst off við þetta var að það var loka á flugvöllunum. Hann ekki notkun lengur, skilur við. Hann verður að klifra yfir grindverki til að fara í flug. Og það var ég og Bjössi og við vorum alveg psycho-þunnir eftir eitthvað partí. Og síðan fer ég í þessa flugvél, gaurinn kemur, lendir eitthvað, kemur út í vélinni og hann er í hettupausu. Og ég hugsaði bara flugmenn eiga að vera með litla tösku og þeir eiga að vera með einhverja svona orður og á sér, skilurðu, og ég áeiginlega helst aldrei að sjá þá. Mér finnst það alltaf að vera svona öryggismarki, ég vil ekki tengja Ég vil ekki sjá bara eitthvað gæja sem sér bara nývaknaðir og bara Nei Hvernig að fá sér kaffibólla aðeins að keyra sig í gang Já, ég vil ekki tengja við að þetta sé Þú vilt bara að þetta sé bara eitthvað svona godly being að fljúga þig, skilur Já, bara ég upplifi þetta sem að upplifi flugmannum bara sem eitthvað svona annað brít, sko Herru, og við förum í fluguna og við erum eitthvað að fara á stað og hann lokar hörðinni og við þurftum að stoppa vélina því að við læstum óvart beltið úti Nei Síðan fyrir á stað, allavega síðan var bara flugið þangað allt í lagi ég var samt alveg skítrættur og ógeðslega mikið læti og þú veist með headphone allan tíman og flugmaðurinn þú veist og hann tala við svona allavega og sjáðu Bíldudalur og lendum síðan og það var bara fínt síðan fyrir á spilin giggið og hvort að við flogið bara sama dag tilbaka til Reykjavíkur og þegar við erum að leiðin tilbaka og við erum að fljúa rétt hjá Esjunni þá allt í hennu slökna ljósin í fucking vélinni og ég heyri ekki lengur þetta var basically svona basically svona hættir hann tala og þá heyri ég bara að það er svo mikið fucking læti í vélinni og ég alveg allt er góðu og hann bara, já, allt er góðu öryggi er farið, það er bara öryggi sem er farið ég alveg, öryggi er farið þá er þetta svona öryggi sem að séur rafmagni í vélinni eða eitthvað og GPS og allt fucking drastlið dótt út þannig að hann ringja í flugturnin og þú veist að lenda þannig og fá þannig upplýsingar bla. Þeir bara eitthvað aðeins til hægri þegar hann fer fram í Esjunni þá kom svo ógeðslega mikill fucking vindur að ég var hann skítrættur og síðan þegar hann lenda vélinni og ég hugsa allan tíma hann er að fara alltaf hratt á völlin og síðan þegar við lendum þá bara klang, þú veist að skoppa vélinn svona síðan stoppu og ég fyrir út í vélinni skítrættur og hann eitthvað, sorry, gott og harkalegt skilur en mér leiði allan tíma eins og ég var að fara deyja. Ég tengi alveg mjög mikið við þetta þegar þetta voru litla vélar en mér langaði að koma inn á flugmaðurinn var að svara mér Já. og ég segi hvað kallar maður minnstu rellunar og hann segir það yfirleitt tala bara litlar eins hreyfils flugvélar og ég segi, ekkert svona lingo yfir það Nei, bara hvað heita? Þetta er módel Single engine piston Nei, þetta er bara spurðu bara hvað algengasta rellan Hvað var ég lengi fram? Ég sagði á henni labbu út, ég sagði ef að þið verið ennþá að tala hvað þetta fucking, þú veist, þessi rella heiti Það var alveg heil saga í middeltíðinni, sko Já, ok Töluðu við bara í hring á meðan ég var í burtu og enduðu á nákvæmlega sama stað basically Jesus fucking Christ en þetta er eins og þetta er eitthvað svona bara nafn
svona chopper hætt þessu ekki gaman að hlusta á því 10 mínútur en að muna eitthvað nei, það enda bara hárrétt ef við ekki bara loka þessu já ég aldrei, eitthvað meira sem var ég verið leiðilegu við? Ertu bara ok, þá ekki bara hætta? Nei. Fyrst ég má ekki vera að reyna að muna hvað flugvél heiti, þá nenni ég ekki að vera Er flugmaður að svara þér? Já, ég spurði mótilið spurningamarki Og hvað segir hann? Segðu svona eins og nei, nú ég að vera með ykkur prófa að skrifa svona eins og Fokker þú veist eins og Fokker flugvél, eitthvað annað ok Cessna, já maður, þetta heitir Cessna geðið. Ég hef aldrei heyrt það þetta var lítil Cessna sem að byggja okkur upp hefur aldrei heyrt það? Ég veist, þú kannski út af því að þú ert skítrættu við flugvél, ert svolítið fróðari Ég skal sína flight, Cessna ef þú verður á leiðin í flug, bara til útlanda bara, þú veist að ég gera það er þessar vélar svo típisk já, geggjaðar Cessnur pínu satisfying að þú hafi munað þetta, ég viðurkenni það eins gott við köttuðum ekki þátt pínu satisfying að þú hafi munað þetta ég held að ég hef ekki munað neitt nei, vá, þú mundir ekki neitt þetta var basically eins og hefur verið bara sprengt á Gucci bólu sko Gucci bólu það var bara svo kristæna good shit bowl herðu, þegar þú ferð í stóra flugvélar þú veist bara á milli landa ertu ekki minna hrættur í þeim að það eru stöðar jú, alveg sko en ef þú verður að fara í þessa típu af Boeing-vélum sem var alltaf að springa og bila daginn ef þú myndir alveg vita að þú ert að fara í eina þannig vél þó að sé núna, þú veist eins og var þetta ekki bara eitthvað, þú veist, stór hluti af flotanum hjá Icelandair sem að þú náttúrulega átt hluti í núna og þetta er kannski að nefna þetta á næsta fundi að þeir þurftu að leggja þeim að það var einhver galli sem að var búið að greinast um nokkrum vilum og eitthvað, en núna eru þeir bara það er í lagi með það nei, það er verið að henda þeim er verið að henda þeim Erst þú með eitthvað innherja upplýsingar? Nei, ég er nokkuð sem ég hafi lesið eitthvað fréttum það er ekki verið að henda þeim voru það ekki bara lagaðar? Ég er nokkuð sem að það hefur verið bara settar í bara á haugana? Bara svona eins og þegar maður leggur bíl og fara 15 skall? Já, nú maður fara 15 miljónir eða eitthvað fyrir þetta dæmi shit, sko. Nei, þeir eru ekki að leggja þeim mér langar að því við erum ennþá í þessum Halloween þætti og þú ert að tala um þetta hrættu við og mér langar þess að tala um sko ég er búin að bara þetta er tæmandi listi það eru kolkrabbar, kviksindi og bandormar sem fara upp í rassina manni já, ég hrættur við alveg fullt af hlutum sko þú ert líka með svona klassíska myrkvælin og flughrættur ég er flughrættur, myrkvælin, ég er ekki loftrættur ég var mann eftir því að við varum ekkert hérna nýri í bæ eitthvað að chilla og þú segir ekki sem við mig ég var að klifra upp Kastalan já, komstu með mér já, ég fór með þér og Hlynur já, það er upprunalega þaðan kemur nafnið Kastalinn, það er ástæðan fyrir Kastalinn er Kastalinn í bæ ég og Hlynur sem að byrja Kastalan ég er ekkert original íbúi í Kastalanum nei, við basically kölluðum Kastalan út af þetta er hann Kastalabyggingin fyrir framan Lækjartorg þetta er hann svona beinta mútið Hard Rock ég hef aldrei, ég held að ég hef verið mest hrættu þá já, það er alveg já, þetta var miðan vetur og allt gett hálft vorum við að jamma já, við fórum alltaf fórum og fengum okkur drikk þarna á toppnum já, og hérna, ég maður þetta Hlynur var bara svona, nei, séu þetta er ekkert mál og fer bara svona yfir og næstum bara detta já, og líka sko, Hlynur er náttúrulega bara, þú veist health bara monkey já, hann er algjör svona klefur katta típa einhver og líka bara, þú veist, extreme sports og jaðar típa já þú náttúrulega ert það líka ég held að haldist í hendur að vera ekki lofthrættur og vera skeitari ég fann það samt sko ég hef oft séð eitthvað droppa alveg eitthvað fáránlega já, örglega ég fann samt sko með fyrsta barni var því smá lofthrættur og maður taka upp Reykjavík-vídeóið þá er ég náttúrulega standandi upp á ég sit on á gamla bíó sem er sita á brúninni og er eitthvað að dansa og ég er upp á listasafninu og það var eitt skiptið sem ég fór á bílastæðahúsi á Hverfisgötu og stóði og maður þarf að hoppa yfir á svona lítinn hringstiga þannig að stóði að hoppa á milli og parkour já og þar upplýði ég smá svona hvað er ég að gera þetta er allt skeri dæmi en mér langar að segja ég var að muna svo
ógeðslega skeri draum að tala svona spooky shit og þegar ég bjó hjá pappa og pappi var einhvern tímann í sumbústað erlendis eða eitthvað og mér dreymir það að ég vakna labba inn í herbyggja hans pappa þetta fara svona fram gegnum 2 hurðir og líti í rúmið hans og það bara svona eins og gömul kona líka eitthvað og hún öskrar á mig bara og ég vakna fer aftur gerist það sama þegar í 3. skiptið sem ég vakna þá í alvörni í nákvæmlega sama scenario skilur, pappi ekki heima en ég fór samt þetta var svo, ég var alveg er ég fór lendis í 3. skipti er ég vaknaður, ég áttaði mig ekkert að ég væri svo höndið að vakandi að óttaður, það fokkaði mér upp Hafið upplifað svona lucid draum þetta er svolítið svipað úr talma sem voruð að vakna og ennþá inn í draumnum og eitthvað talað svona ótta lucid dreaming eða þegar þú ert þegar þú ert svona sleep paralysis Nei, ég er að tala um að þú ert meðvitaður að þú sért inn í draum það gerist oft eftir að maður vaknar og sopna strax aftur ég bara lenti í þessu einu svona ævinni þar sem að, þú veist, ég var alveg bara ég fríkaði út og ég endaði að vera inn í draumnum bara, wow, vaknaði og svo vaknaði ég við að segja vaknaði já, þetta er skýrt en svo var ég bara ekki, wow, ok, sitt hvað er til að fara aftur já þú veist, ég var bara ekki að fljúa og hoppa ekki eitt hátt og hlaupa ekki eitt hratt ég var obsessed af svona draumadóti einu sinni og þú getur framkallað þú getur með vissum ég pröfa fullt aðgerðum þú getur gert svona vissa tækni og þú ert að fara að sofa eins og með minnir til dæmis til að fara í sleep paralysis hver myndi vilja það? Þetta getur verið ákveð þú getur ekki hreift, þið sér bara herbyggið já, nei, og sér optionin líka okay. já, en ég er ekki að segja að það sé eitthvað endilega eitthvað þú getur líka, þá basically sopnar líka minn en þú ert meðvitaður ástand en þú getur fara að upplifa einhverju hluti og til þess að ná því dæmi fram þá liggur kjör og ert svona bara mjög meðvitaður að fara að sofa nema leið að þið byrja að klæja eða þið langar að gera eitthvað þá máttu ekki gera neitt, þú verður bara færið skilur, þú verður bara kjör allan tíman þá náttúrulega að slöknur á þér en þú veist það er ógeðslega langt síðan ég var að spá í þessu og gera það en ég man ekki eitthvað það virkar ógeðslega skeri nákvæmlega eftir þessu en ég var að skrifa niður pælingar í með litlu bókina já, ég var að skrifa niður pælingar í Halloween þáttinn og við heldum sem við búin að tækla svona flest allt sem að reyndar eitt fyndið hérna sem við langaði að ræða það var sem ég á minningu af fyrsta sinn sem ég sá Treehouse of Horror þátt á South Park, nei á Simpsons þá var það sem sagt ég var í pössun hjá frænda mínum sem er hann er rosa góðu kall en ég get ekki sagt að hann sé badnakall hann var ekki svona, þú veist, alltaf góðu við okkur en hann var ekkert alveg viss svona 5 ára, hvað gera þau? Já, nákvæmlega. Þau hefina á hnífum? Þannig að hann setti mig, ég horfði á back to back, Treehouse of Horror og Gremlins. Það var 5 ára, skilur við. Já, Gremlins var rosa fríkið maður lítill. Bara, það er bara, þó myndi sína barnið í dag, þetta er alveg, fyrir börnum er náttúrulega allt svona alveg massíft. Já. Raunverulegt, en þegar ég var að fara í gegnum þessa bók þessa Halloween lista þá fann ég gera það stundum þegar ég vakna og skrifa ég niður stikkor úr draumum til þess að muna á og síðan man ég þá ekki og hérna er bara heil síða það sem stendur síðan hvernig er þetta? Þetta er bara örugglega fyrir svona 2 mánuðum eitthvað Nasisti arðrænir sjóin ósáttur eldur í augum lætur berja leikskólabörn pollagalli hreyfingarlaus Stella kallar pabbi snæper í gegnum rifu vogaskóli háar dínur eldaugu Jóhann Kristófer blanda af nasisma og leikskólapælingum Þetta var þetta voru frekar flest stikkurinn voru alveg frekar spooky ánað með eldaugu eldaugu alveg, það er fucking freaky dót en mér finnst svo geðið þetta að standi vogaskóli það sem er mest random er vogaskóli
Jóhann Kristoffer, Joey Christ. Er það eitthvað svona nasista pælinga? Hann alltaf alveg massa ari með ljósarður með blá augu. Hann með mjög blá augu. Snirtur, eins og nasisti. Kannski eitthvað svona, einhver tenging sko milli eldaugnana og Jóhann Kristoffer og eldaugu. Og minnst samt líka svo gott nasistar sem arðræna sjóin. Já, það skildi ég ekki. Botnaði ekki alveg í því sko. Nei, ég veit það ekki sko. Mér langaði bara að lesa þetta fyrir ykkur af því mér fannst þetta ég man ekki alveg nákvæmlega hvað var að gerast en mér finnst mjög spooky að lesa þetta í dag. Já. Framkallar þetta einhverjum svona óþægindar tilfinningar? Nei, mér finnst bara svo fyndið það er svo geðið þetta. Manstu eftir að hafa skrifið þetta? Þú veist, manstu eftir því að hafa Já, ég man eftir að hafa verið bara, ég þarf að skrifa niður. Já, þú veist alveg, já, eldaugu, nákvæmlega. Já, fullt af svona draumum, stikkorð skrifa. Það er svo skrítið, að því maður upplifir drauma svo sterkt, þú veist, og síðan vaknar maður og maður er viss það að maður muni þetta alltaf. Og maður hugsa, það leggja mig í 2 mínútur viðbót. Það leggja mig í 2 mínútur viðbót og síðan skrifa þetta niður. Og maður man síðan ekkert. Og draumar svolítið svipað á podcast. Munið eitthvað hvað við byrjum á að tala um í podcastinu? Þetta er náttúrulega Halloween special. Já, ok. Við byrjum á að tala um eldaugu. En ef þú spyrð mig hvað við tölum fyrir 2 þáttum, þá væri ég bara, ég hef ekki Það við lendið eitthvað kemur heim Þú fundið þarna þetta hérna Já, systir mín sendi mér daginn hún skrifaði, var að hlusta á þátt nummer 12 og ég var alveg ok, hvað gerist í honum? Og þá, ég man ekki hvort hann hafði sagt eitthvað fjölskyldu þátturinn eða eitthvað, og ég var alveg, og hvað, æðana kjúklingasagan og Ólfur, ég alveg, já, ok og þú veist alveg, af því þetta er og ég meina, þetta er komið svo þetta er svo mikið af efni af randi, skilur, það er engin möguleiki að muna neitt þetta er næstu í sko og síðan skýrum við náttúrulega þættina bara eitthvað 16 tímar af bjallið sko en síðan náttúrulega skýrum við þættina bara eitthvað, skilur, eitthvað sem gerist í þættinum það er svona erfitt að pinpointa nákvæmlega hvað gerist fjölskylduþátturinn mikli herri, ég var að kalla þetta gott eða? Jú, ég held það ég er bara, þú veist, ég er búin að rifja upp allt sem ég óttast og búin að læra svolítið aðra ótta, ég er svolítið bara svona hræddari almennt og ég var til að heyra hvað þið óttist fólk sem er að hlusta, sendi okkur hvað eitthvað finnst skeri og ég er mjög spenntur að sjá hvort þetta sé mismunandi listar sendi okkur endilega topic í næsta þætti ætlum við að taka fyrir topic já, sem að við fáum senda inn það skiptir ekki með þetta getur verið pælingar ekki senda okkur fréttir sendi okkur eitthvað frá hjartanu það mætti samt næstu vera einhver frétt eitthvað og ég er alveg bara, hvað finnst ykkur um þetta? Hvað finnst ykkur þennan orm sem að er að synda upp í tippi? Til dæmis það og síðan er ég sjá með ég að tala það þá er hérna aukast alltaf subscribe-ið á YouTube og Spotify og hérna podcast, Apple Podcast þannig að endilega haldi áfram að dýrka okkur það like and subscribe og gefa okkur svona stjörnur og skrifa eitthvað fallegt skilur, við þurfum þetta fucking pep það er hérna, við erum öll í þessu saman fyrir okkur Podcastalinn Draugakastalinn